eins og Sippa sagði, þá var þessi diskur að koma út. Þetta annar diskurinn sem ég gef út með mínu eigin efni og ég fekk fullt af frábæru fólki með mér, þar á meðal þennan hérna, þennan snilling hérna. Og fleiri, það eru hérna, hann Rúnar Ólafs ykkar, hann syngur nú eitt lag hérna. Við svona fórum í smá nostalgíukast og hérna hurfum aftur til 90s og tókum eitt svona, ég samt eitt svoleiðislag. Þar liggja mínar rætur svolítið. Tölum ekki meira það, en hérna eru 8 lög sem eru alveg frá svona bara rock, pop-rocki og alveg niður í bara píano og kassagítar og söngur. Og eins og ég segi, fullt af fólki sem kemur hérna fram og hún Silvía, hún syngur eitt lag hérna, Anna Sigríður Snorradóttir syngur eitt lag á móti mér. Syngjum það saman, lag sem var sendt inn í Eurovision núna síðast en auðsynlega komst það ekki áfram en dýrse guði fyrir það. Og fullt af flottum spilurum sem eru hérna, Jóhann Ásmunds spilar á bassa og Óskar Einarsson og fleiri. Þannig að hann verður til sölu hérna fram og eftir og það annarkvort þið getið annarkvort hérna greitt fyrir hann hér eða þá við fáið disk með svona litlu miða þar sem eru upplýsingar þið getið lagt inn eða hvernig sem þið viljið gera það. Þannig að bara endilega takið með ykkur disk ef þið getið ekki greitt fyrir hann þá er það allt í lagi. Bara algjörlega undir ykkur komið en ef það mögulegt að hægt að styðja við kristna útgáfu á Íslandi þá hvet ég ykkur til þess. Þetta ekki ókeypis, þannig að við ætlum að taka eitt lag sem er í rauninni titillagið af þessum disk, hann heitir Híbýli hugans og þetta hefur bara með að gera hvað brýst oft í híbýlum hugans. Það þarf ekkert að útskýra það, við þekkjum það öll þegar við stöndum fyrir framan speilinn og bara hvað gerðist? Starandi augun í speglinum spyrja spurninga sem að ég svara þeim fæ og ranglátir dómar í kollinum kyrja kvæðin allt sem var kastað á glæ í híbýlum hugans heilmargt að finna sem heldur ég kysi að lit aldrei ljós þá helst vil ég horfa til heimkynna minna og hljóta að lokum meistarans hrós í forgarðinn færði ég fegurstu fórnir sem fundið ég gat þegar leiðin var löng og fátt virðist betra en fúsleikans skórnir feta skal veginn óvina göng skjól mitt og hæli borgin þín bjarta bjarg mitt og vígi frelsari minn og bæn mín borin af hirðisins hjarta brimar
fórnir sem fundið ég gat þegar leiðin var löng og fátt virðist betra en fúsleikans skórnir feta skal veginn móvina göng í kærleikans fali fanginn ei sekur en fagnar uppbrennur síðasta stund því Guð sá gefur Guð sem að tekur geng ég tilbaka á meistarans fund í forgarðinn færði ég fegurstu fórnir sem fundið ég gat þegar leiðin var löng og fátt virðist betra en fúsleikans skórnir feta skal veginn óvina göng Takk fyrir. Hann til sölu hérna fram á eftir. Amen. Ég ætla að biðja ykkur aftur að rísa á fætur. Við ætlum að biðja fyrir orðinu. Mér langar til þess að líka bara minna á næsta samkoma, þá samkoma með kórnum okkar. Þessum öfluga kór. Og mér langar til þess að hvetja ykkur vinir. Komið með vini með ykkur. Ykkur sem kannski þekkir ekki Jesú. Út af þetta eru svona trúboðssamkomurnar okkar. Þannig við ætlum að kynna fleirum fyrir Jesú, ekki satt. Þetta ekki bara okkar demantur, þetta ekki bara okkar perla. Við ætlum að gefa fleirum þessa perlu. En mér langar til þess að við biðjum fyrir orðinu, lyftum upp höndum okkar. Jesús, ég bara lofa þig hér í dag. Ég þakka þig fyrir trúfesti þína drottin og fá að koma samkom og finna fyrir nærveru þinni, rétt eins og við gerum í dag. Og drottin, ég biðjum að opna hjart okkar fyrir því sem að þú vilt segja við okkur, drottin. Og hjálpa okkur til þess að næra það orð sem að gengur fram að munni þínum, drottin, að við mættum vökva það, að það mætti bera ávöxt í líf okkar, drottin. 30, 60-faldan og 100-faldan. Og drottin, ég biðjum að blessa Pétur þegar hann talar orð þitt. Ég biðjum að vera með honum, ég biðjum að blessa drottin sölun á disknum hans, að allt mætti ganga vel, að mætti fá meira en það sem að kostar, að mætti hafa eitthvað út úr þessu í Jesú nafni. Og drottin, ég bið bara fyrir Guðs ríkinu á Íslandi. Mætti það eflast og blessast og stækka og verða meira í þínu heilaga nafni. Og allir liðinni sagði, amen. Þá það Pétur, hann ætlar að tala. Dýr sér Jesús. Takk ykkur fyrir systkini að leyfa mér að koma og kynna þetta litla verkefni sem að, já, þetta ekkert lítið, þetta stórt verkefni í mínum augum. Þakka þér fyrir, Rabbi, allt saman. Þetta algjör snillingur sem þið hafið þarna. Takk, Jesús. Það svo gaman við Rabba að hann er óþrjótandi brunnur af hugmyndum. Hann er svona nett ofvirkur. Það ekkert slæmt, það mjög gott. Þegar kemur að tónlist þá það mjög gott, mjög góður kostur. Hann mér líkar alveg ofboðslega vel við hennan dreng, alveg rosalega og konan hans. Konan hans á svona smá hluti því að ég giftur konunni minni. Nei, ég segi það nú kannski ekki alveg, en svona fyrsta deiti sem að ég og Ragga fórum á, þá var hún að passa Kamilu. Þá var Kamila 2 ára. Þannig að tengslin byrjuðu þarna fljótlega. Já, nákvæmlega, síðan eru liðin mörg ár.
En þakka þér fyrir, Rabbi minn, allt, hann lagði sitt mark á þennan disk og spilaði mikið af píanói og allskins svona hljómborðsándum og svona. Og það er eitt lag sem hún Silvía syngur, lag sem ég samdi fyrir nokkrum árum síðan og heitir heitir Glory to the King. Og ég var búinn að taka upp bassa og trommur og gítar í þetta lag og ég ætlaði að syngja það sjálfur. Af því að vissi þetta var svona alveg í hæsta lagi fyrir konu, tóntegundin. Svo fór ég að byrja að syngja það og það var alveg glatað. Mér fannst það alveg ömurlegt og þetta verður ekki svona. Þannig að við fengum Silvíu til að gera það, en áður þá fór ég með þennan grunn, trommur, gítar og bassa, heim til Rabba eitt kvöldið. Hittumst þar til að setja á svona smá hljómborð og píanó. En það endaði með því að við vorum búin að setja, held ég, einhverja 13 rásir af alls konar soundum, alls konar, ég ætla ekki að reyna að nefna því á nafn hvað þau heita þessi sound hjá honum, vegna þess að hann var algjörlega óstöðvandi. Og þetta, ég elska þetta við Rabba, hann alveg, mér finnst svo gott að spila með honum. Hann svona óþrjótandi hugmyndabanki. Prófum þetta geymum þetta, prófum svona. Klukkan var hann 1 eftir midnight og ég var alveg orðinn svona bara svona, en hann alveg vildi halda áfram og þetta var bara æðislegt. Svo var nú eitt fyndi líka þau komum með þetta upp í stúdíó til Jóa Ásmunds. Og Jói opnaði þetta í forritinu hjá sig og þá bara og hann var alveg, hvað ég var að gera við þetta allt saman? Þetta var rosa gaman að þessu og gaman að þessu ferli og þetta lag kemur alveg einstaklega vel út, virkilega. Þannig að ég bara vil hvetja ykkur, endilega kíkja á þetta. En bursið frá því, þá langar við þess að byrja í Jobs bók. Job var að mörgu leyti merkilegur maður. Gekk í gegnum slæma hluti og það er svo gott að tileinka sér orð Guðs, systkini. Við höfum allskins svona sjálfsjálparbækur og allskins svona námskeið sem við förum á og sem bara allar frábær og bara frábært. Ekki að lasta þá neitt nátt, alls ekki. En það í rauninni heldur okkur ekki frá synd. Davíð sagði í sálmónum, ég man ekki hvað sálmið það var, Drottinn, ég geymi orð þitt í hjarta mínu, að ég skuli ekki synga gegn þér. Punktur. Ekki flóknar en það. Og þetta er það orð sem hann er að tala um. Hið ritaða orð Guðs og líka hið talaða orð Guðs. Ef við tilengum okkur orð Guðs, setjum það í hjart okkar, lesum það ekki bara eins og bók, heldur tilengum okkur það, geymum það í hjartanu. Þá varðveitir það sálu okkar. Það er varðveisla í lifandi heilögu orði Guðs. Það er það sem ég elska við Biblíuna. Við lesum aldrei nógu mikið í Biblíunni. Þannig að gleymum því ekki. Mér langar í örfáum orðum að tala um andadrátt Guðs. Það er kannski ekkert eitthvað sem talað um í örfáum orðum, en við ætlum svona innbrá kannski aðalega einu atriði varðandi það. Jú, Guð andar. Það er bara þannig. Við þurfum ekki að fara nema út fyrir dyrnar til að finna það. Við erum svolítið gjörn á að setja Guð í eitthvað svona, hann er einhver svona persóna sem er þarna. En Guð er ekki bara þarna eða þarna, hann er allt í öllu, segir orð Guðs. Það er ekkert undan skilið. Alveg sama hvað það er, þá er Guð í því einhvern veginn. Mjög. Í Jobs bók 33 í versi 4 og þar segir andi Guðs hefur skapað mig. Hugsið ykkur, þarna er Job eftir að hafa gengið í gegnum alveg hræðilega hluti og hann er að glíma við Drottinn. Hann hefur ratað inn í kringumstæður sem að hann hefði sjálfur viljað sneiða hjá, kringumstæður sem voru alveg að buga hann. Við finnum okkur öll einhvern tímann í erfiðum aðstæðum og þannig er hann í mjög erfiðum aðstæðum þegar hann segir þetta, andi Guðs hefur skapað mig og andblástur hins almáttuga gefur mér líf. Það er mjög magnað að andadráttur Guðs, þetta er það sem Job segir, andblástur Guðs er það sem gefur mér líf.
Þarna þessi andblástur, svo við förum ekkert að fara út í einhverjar hebreiskar merkingar og svoleiðis, en þetta samt þetta orð ruach. Þegar talað anda og andblástur í biblíunni, þá er oft mörg orð í frumtextanum notað yfir það sem við höfum bara eitt orð yfir. Og þeir hafa mismunandi merkingar. Þetta orð er ruach. Það þýðir í rauninni lífsandi. Þetta er það sama og þegar Guð blés lífsanda í nasir mannsins og þá var hann lifandi sál. Þetta er sá andadráttur Guðs sem að gefur líf, fæðir fram nýtt líf. Þetta er það sem að Jobb talaði að lífsandinn gefur mér líf í gegnum það sem ég er að ganga í gegnum. Þá veit ég það að andblástur Guðs er það sem færir mér líf og heldur mér á lífi. Ég talaði það hérna einhvern tímann að til þess að glæða eld þá þarf að blása á hann. Að þegar eru bara glóðir eftir og eldurinn virðist vera að slokna, þá í hinu náttúrulega þá blásum við á hann til þess að glæða eldinn. Þetta er það sem Drottinn gerir hjá okkur systkini þegar við göngum inn í aðstæður sem okkur finnst eins og eldur Guðs að slokna í hjart okkar. Eins og þessi að ganga frá okkur. Hversu oft var það ekki sem lærisveinarnir sjálfir gengu inn í aðstæður og þeir héldu þeir var að deyja. Þeir héldu bara að Guð var í farinn, hann væri ekkert að veita þeim neina athygli lengur, þeir væri bara að láta lífið. Með þess að sögðu hann einu sinni þegar þeir vöktu hann í bátnum, sérðu ekki að við förumst hérna. Þeir töluðu við hann bara eins og eitthvað kall. Eins og þetta væri bara einhver maður sem að þurfti að fara í vinnu í fyrramáli af því þess vegna var hann sofandi. Það var ekkert svoleiðis. En svona voru þeir alveg eins og við. Að þegar við rötum inn í aðstæður og okkur finnst eins og eldurinn sé að slokna í líf okkar, ég tala beint frá mínu hjarta núna. Ég ger þetta margoft. Að þá allt í einu missi ég sjónar af þessu almætti Guðs. Að hann er ennþá með allt í hendi sinni. Að það er ekkert sem fer fram hjá honum. Hann gleymir mér aldrei. Hann stundum blæs í glæðurnar og gefur þannig nýtt líf. En þessi andadráttur, hann hefur líka aðra vogarskál. Hann hefur annað hlutverk líka stundum. Við sjáum förum bara aðeins í Esekiel 37, þennan kafla sem við þekkjum og höfum heyrt svo oft. En þessi kafli sem er svo frábær, sem að opinberar nákvæmlega þetta í eðli Guðs, hvað andadráttur Guðs gerir. Og ef við sjáum bara hérna í versi 5, þannig er Esekiel að eiga við Drottinn og það segir Drottinn sagði, þá sagði Drottinn við mig, tala þú af Guðmóði yfir beinum þessum. Þarna hafði Guð tekið hann í dalinmunni, það sem var fullur af dauðramanna beinum. Stundum upplifum okkur þannig að það eru bara dauðramanna bein eftir. En það er bara þannig að hann segir, talaðu af Guðmóði yfir beinum þessum og seg við þú, þér skinin bein, heyrið orð Guðs. Sjáðu þetta, heyrið orð Guðs. Það er það sem skiptir máli. Heyrið orð Drottinn, svo segir Drottinn Guð við þessi bein, sjá, ég læt lífsanda, ruach. Kom í yður koma og þér skuluð lifna við. Og ég set sinar á yður og læt höld utan yður og dreg þar hörund yfir og læt lífsanda, ruach, í yður. Og þér skuluð lifna við og þér skuluð viðurkenna að ég er Drottinn. Það var tilgangurinn. Það var ekki bara til þess að pína þau, eða pína þessa aðila. Nei, það er til þess að áttu þess á því að hann var ekki bara einhver Guð, hann var Drottinn allsherjar. Drottinn drottna og konungur konunga. Og þá talaði ég af Guðmóði eins og mér var boðið og ég mælti af Guðmóði og þá kom þytur og skrjáf heyrðist. Svona svolítið bíómyndalegt. Og beinin færðust saman.
hvert að öðru, og ég sá hversu sinar koma á beinin og hold óx á og hörund dróst þar yfir, en engin lífsandi var í þeim. Þá sagði hann við mig, mæl þú í Guðmóði til lífsandans. Hugsið ykkur valdið sem hann setur í hendur Esekiels. Guð sjálfur segir við hann, talaðu til lífsandans frá mér. Talaðu til þessa afls sem að gera líf úr því sem dautt, sem gerir eitthvað úr einhverju sem ekki neitt, sem fæðir líf af einhverju sem ekkert. Talaðu til þessa anda hjá mér, segir Guð, og vittu til, ég skal svara. Ég talaði Guðmóð eins og hann hafi skipað mér. Kom þá lífsandi í þá, svo þeir lifnuðu við og risu á fætur. Var það afar mikill fjöldi. Það svolítið gaman að King James biblíuna því að hún segir exceeding great army. Afar mikill her. Og hann sagði við mig, mannsson, þessi bein eru allir Ísraels menn. Þú og ég. Þetta eru hermenn Guðs. Sjá, þeir segja, og setjum okkur nú í þetta. Bein vor eru skinin, von vor þrotin, úti oss. Mæl því í Guðmóði og seg við þá, svo segir drottinn Guð, sjá, ég vil opna grafir yðar og láta yður rísa upp úr gröfunum, þjóð mín, og flytja yður inn í landið í Ísraels land til þess að þér viðurkennið að ég drottinn. Þegar ég opna grafir yðar og læti yður rísa upp úr gröfum yðar, þjóð mín, og ég vil láta anda minn rúach í yður til þess að þið lifnið við aftur og ég skal koma yður inn í yðar land og þér skulu viðurkenna að ég drottinn. Ég hefi talað það og mun framkvæma það, segir drottinn. Þetta gerir andadráttur Guðs, gefur nýtt líf. Það var svolítið magnað fyrir, það var 1963, þá gaus svona, vestan af Vestmannaeyjum, suðvestan af Vestmannaeyjum, bara á hafsbotni. Og það var til eyja sem heitir Surtsey. Það var kjöklega síðan 1963. Jú, það var 63. Og hún enn til, þessi eyja. Og þegar þetta gerðist og eldgosi var í rauninni búið og eyjan var orðin til, að það mátti enginn fara þangað. Vegna þess að það var tekin ákvörðun þá, að góð ákvörðun tekin það, að þið skyldu varðveita þessa náttúru algjörlega óspillta og sjá hvað myndi gerast. Og hún var frið, og ég held að enn þetta í dag megi ekki hver sem farað þangað. Fljótlega þá fóru að spretta þar allskis jurtir, allskis blóm. Við erum að tala bara að það kom bara upp úr jörðinni, upp úr hafsbotninu, bara grjót og mold og drasl, skilur við. En allt í einu fóru að vaxa þar alls konar jurtir sem eru þar í dag. Og fyrst svona sinn voru menn alveg ráðþrota hvernig gat þetta, akkur gerist þetta bara svona út af engu. Svo komust þeir að því, eftir að hafa aðeins skoðað málið, að vindurinn, hann bar þessi sáðkott bara bæði frá Vestmannaeyjum og af einhver staðar annar staðar frá. Og það lendir þarna og það bara sáð nýju lífi þar. Þetta alveg glæsileg í rauninni tákmynd hér náttúrulega af því hvernig drottinn vinnur. Svona getur þitt sáðkott borið ávöxt annars staðar líka ef við erum bara nógu duglegir við að dreifa þeim. Þess vegna segir að líf og dauði er á tungunar valdi. Við getum talað líf inn í aðra persónu eða dauða líka. Við getum leyft þessum andadrætti Guðs ber okkur eftir vilja sínum hvert sem hann vill fara. Þetta gerðist, munið þegar, og ég talaði þetta daginn, þegar lærisveinarnir voru í bátnum og það var allt orðið vitlaust og veðrið var orðið kolvitlaust og þeir héldu að vera að farast. Og þeir réru og þeir komust ekki áfram, voru fastir, af því að Orguð segir, því að vindur stóð á móti.
Auðvitað litu þeir á hana vind bara sem eitthvað sem hann vildi hamla þeim í að gera það sem þeir ætluðu að gera. Og jafnvel það sem þeir töldu að vera vilji Guðs. Og þannig það líka með okkur. Stundum erum við bara föst á einhverju stað, við komumst ekki út. Við komumst ekki í burtu. Við prófum allskyns leiðir en það bara gerist ekki neitt. Við erum bara föst í einhverjum aðstæðum, einhverjum kringumstæðum sem við komumst ekki út úr. Og þar voru þeir búin að reyna að róa og róa, það gerist ekki neitt og svo allt í einu kemur Jesús gangandi á vatninu. Það var þetta bara allan tíman andardráttur Guðs sem að hélt þeim á þessum stað. Vegna þess að hann ætlaði sér að þeir fengju nýja sýn á það hver sonur Guðs væri. Þeir þekktu hann ekki þegar hann kom. Héldu að hann væri vofa. Og Pétur, hann var ekki með sér viss þegar hann stígur út úr bátnum. Hann sagði, ef það ert þú, bjóddu mig þá að koma til þín. Hann var ekki alveg viss. En hann steig samt út úr bátnum. Þetta er svona, ég hugsa að Rabbi hefði gert þetta. Hann er svona, þú veist, hann vil svona, þú veist, fá að sjá hvernig það kemur út, sko. Ég vildi að væri meira svoleiðis. Týrse Guði. Í Jóhannes, og hugsið ykkur þegar loksins, Jóhannes 20, loksins þegar Jesús kom inn í bátinn, þá bara var þetta ekkert mál. Þessar risa kringumstæður sem þeir höfðu fundið sig í, urðu bara af engu. Bara þegar þeir tóku við Jesú inn í bátinn. Þú veist, hann bara hastaði á vindinn, fór svo að tala við þá. Jóhannes 20, 19, þar segir, kvöldið, þennan fyrsta dag vikunar voru lærisveinarnir saman. Þarna er náttúrulega, þetta er eftir krossfestinguna, eftir upprisuna. Þeir skildu engan veginn hvað er í gangi. Þessi náungi sem er búin að vera með okkur núna í 3,5 ár, hann var tekinn á krossfestur, hræðilegt, en svo er hann horfinn núna og þeir finna hann ekki. Hvað er að gerast? Og þeir voru samankomnir og höfðu læst dyrum af ótta við gyðinga. Þá kom Jesús, stóð mitt á meðal þeirra og sagði við þá, friður sé með yður. Þetta er svo magna við Drottinn, hann kemur alltaf með frið. Og svo segir hann, þegar hann hafði þetta mælt, sýndi hann þeim hendur sínar og síðu. Lærisveinarnir urðu glaðir, þeir sáu Drottinn. Þá sagði Jesús aftur við þá, friður sé með yður, eins og Faðirinn hefur sendt mig, eins sendi ég yður. Og hann hafði sagt þetta, þá andaði hann á þá. Og sagði, meðtakið heilagan anda. Ef þér fyrirgefið einhverjum syndirnar, þá eru þær fyrirgefnar. Ef þér synjið einhverjum fyrirgefningar, þeim synjað. Hann andaði á þá, þessum nýja lífsanda. Og þeir fengu eitthvað alveg nýtt. Mitt inn í þessar aðstæður, þar sem þeir skildu alls ekki neitt. Svo örlítið seinna skýrðust þeir í heilugum anda. Það var svo aftur annað. En þarna meðtóku þeir heilagan anda vegna þess að andadráttur Guðs mætti þeim nákvæmlega þeim stað sem þeim voru. Hræddir í kringumstæðum sínum. Neistinn var þarna til staðar. Hann bara blés á þá. Og það glæddi eldinn í hjarta þeirra. Það var nákvæmlega það sem gerðist. Og veit að þegar eldur Guðs er svona óheftur í hjart okkar, þá er henni fær ekkert okkur stöðvað. Eða þá fær henni ekkert hann stöðvað. Þess vegna segir hann, ef að þið fyrirgefið einhverjum, þá er honum fyrirgefið. Það er valdið sem fylgir því að hafa þennan glædda eld í hjart okkar, systkini. Vitið það, ég ætla bara að kasta því hérna með. Þetta orð, þegar hann segir hann andaði á þá, þetta hefur þá merkingu, þetta er sama orð þegar hann notaði við Maríu þegar hann var þunguð. Pælið því, sama orði. Að María, móðir Jesú, þegar hann var þunguð að heilugum anda.
Þessi andadráttur, hann fæðir alltaf fram nýtt líf. Ekki óttast það. Ekki óttast neitt, eins og þeir óttuðu skýðinga, þó að þú finnir þig í einhverjum aðstæðum þar sem á bara, hvað gerðist þeirra? Hvernig kemst ég út úr þessu? Ekki óttast það. Andadráttur Guðs þarna til staðar. Leyfðu honum blása þessum nýja eldi í hjarta þitt. Já, í Lúkas 8, að þar, Lúkas 8:4, þarna er sagan sálmanninn. Það svolítið merkilegt atriði. Nú var mikill fjöldi saman kominn, Lúkas 8:4. Menn komu til hans úr hverri borg af annarri. Og þá sagði hann þessa dæmisögu. Sá maður gekk út að sá, sagði sínu, alveg svo vorum að tala áðan, hvernig drottinn notar andadrátt sinn til að fæða fram nýtt líf af sáðkorninu, eins og hann gerði út í Surtsey. Og hann segir, sá maður gekk út að sá, og þá hann sáði, féll sumt á götunni og varð fótum tróðið, og fuglar himins átu það upp. Sumt féll á klöpp, það spratt en skrælnaði af því að það hafði ekki raka. Sumt féll meðan þyrna, og þyrnarnir spruttu einnig og kæfðu það, en sumt féll í góða jörð og óx upp. Þetta orð sama orðið og ég var að tala hérna áðan. Þegar Jesús andaði á þá og þegar María var þunguð. Þegar sáðkorn drottins fellur í góða jörð, þegar við tilengum okkur orð Guðs eins og Davíð gerði í sínum kringumstæðum, þá mun það vaxa upp og fæða fram nýtt líf. Drottinn sagði í Esekiel, ég hefi talað það og það skal gerast. Það engin spurning það þegar drottinn talar orð sitt. Það mun ná fram að ganga. Það kemur að því. Ekki láta hugfallast, alls ekki. Ég ætla ekki að dvelja á þessu lengur hérna. Og við vitum að orð Guðs segir það að orðið snýr ekki tilbaka fyrir það hefur unnið sitt verk, fullnað sitt hlutverk. Af hverju haldið þið? Ég spurði sjálfan mig ofta að þessu hérna áður, þegar Jesús var á krossinum, þá sagði hann það fullkomnað. En það var hellingur eftir. Hann átti eftir að vera settur í gröf, hann átti eftir að rísa upp, hann átti eftir að gera fullt af hlutum, en samt var það fullkomnað þarna. Vegna þess að Jesús vissi það sem sonur Guðs, að hann, Kristur, orðið sjálft, mundi ekki snúa tilbaka fyrir en það hefði fullnað það verk sem það átt að vinna. Hann vissi alveg hversu faðirinn trúfastur. Hann mundi ekki skilja hann eftir. Ef hann bara gengi í gegnum kringumstæður sínar með þessari fullvissu að drottinn mundi fullna það verk sem hann hafði hafið, það var það eina sem hann þurfti að gera. Þetta voninurinn sem að við eigum, sískinni. Þegar sáðkorni hefur verið sáð í hjart okkar, sem það hefur verið gert, þegar þú tókst á móti Jesú fyrst, þá var sett sáðkorn í hjarta þitt sem heitir Jesús Kristur. Og hann mun ekki snúa tilbaka fyrir þú fer með honum og hann hefur fullnað það verk sem hann hóf í upphafi. Þú ert ekki bara fyrir einhverja tilviljun hér. Það er stór og mikil áætlun á bakvið lífið þitt. Það er stór og mikil áætlun á bakvið nákvæmlega það sem þú ert að gangi í gegnum akkurat núna. Þetta er nákvæmlega það sem þú mútt horfa tilbaka þegar við komum heim. Já, ég skil það núna. Ég skildi það ekki þá. En ég sé það núna. Þú ert alltaf réttlátur.
Er Guð ekki góður? Hann er það nefnilega. Ég ætla ekki að hafa þetta lengra. Þakka ykkur fyrir að leyfa mér að koma og kynna efnið mitt og tala til ykkar orð Guðs. Munum þetta, systkini. Drottinn, hann lætur engan að sér hæða. Ég lét einn félaga minn hafa disk frá mér daginn. Þetta er vinnufélagi minn. Og svo kom helgi. Svo eftir helgina þá kom hann og það var eitt sem hann var ósáttur við. Og ég var svo ánægð með að hann hafði greinilega hlustað á þetta allt og alveg bara hlustað á hvað ég var að segja. Það var það sem ég var svo ánægð með. Það skiptir engu máli þó þú veist ekki ánægð með það sem ég er að syngja með eitthvað, breytir mig engu máli. En hann segi, hvernig getur þú sagt að Jesús sé konungur konunga? Og ég fór að hugsa, hvar heyrði hann það? Ég fór að hugsa þessa texta. Já, heyrðu, það kemur fram í einu lagi þannig, alveg rétt. Og ég segi, hvað meinarðu? Ef hann segir það, og hann fór að byrja að þrátta, ef hann segist vera konungur konunga, þá er hann ekkert konungur litlamannsins. Hann sá þetta strax þannig. Þú veist, að hann væri svona í flokkadrætti, litli maðurinn þarna, konungarnir eru hér og ég er konungur þeirra. Þannig sá hann þetta. Og þegar ég fattaði það, og ég segi, já, ok, ég skilði núna. Þú veist, ok, ég skil alveg hvað það fara. Og það er svo sem ekkert óskilvægt þú sjáir það þannig. En vistu það, þegar hann segir ég er konungur konunga, það þýðir bara eitt. Það er ekkert vald á himni og jörðu sem er honum æðra. Punktur. Og hann svona, já. Svo var það bara búið, hann myndist ekki á það meir. En systkini, þetta skiptir bara svo miklu máli fyrir okkur að við séum reiðubúin að taka orð Guðs og sýna. Sumt fólk, það getur ekki skilið nema að hafa heilagan anda Guðs með sér. Það kennir orðið. Þannig að, já, þarna fyrir sáðkotn. Þú veist, og Drottinn, þetta sáðkotn snýr ekki tilbaka fyrir það að vera unnið sitt verk. Þannig virka Drottinn líka. En eins og þessi, takk fyrir mig innilega. Gefum Jesú gott klap. Amen. Er ekki tilvalið að rísa eins og fætur? Mér langar til þess að magna orð. Ég get hlustað á Pétur bara sólarhringunni saman. Það er eitthvað við það hvernig hann talar og hvernig hann miðlar sem að snerti hjarta mitt. En ég trúi því að við viljum snerta hjarta okkar allra hér í dag. Og eins og Pétur kom inn á, sérstaklega í lokin og Guðmundur líka, sáðkornið fer út. Og vinir, hann þarf hann að nota okkur sem aðila sem breiða út sáðkornið, ekki satt. Við höfum að grípa tækifærið og við höfum að leyfa Guði að tala til fólks með því að vera hendur hans og fætur. Það eru nokkur aðilar sem að gangi í gegnum mikla erfiðleika. Linda okkar mammin er alveg hrikalega mikið veik með að krabbameini með nokkur æxli hér og þar. Ég langar til þess að leggja hana sérstaklega fram, fjölskylduna og mömmunar, alveg sérstaklega. Það hafði samband við mig líka aðili sem að mætir reglulega, komst ekki í dag. Þessi aðili sem að var manna bana út í Noregi, hann þekkir hann persónulega, þannig að við ætlum að biðja fyrir honum. Það hlýtur að vera alveg bara ofboðslega, þetta er innan fjölskyldu og þetta er bara, ég get bara rétt að ímynda mér hvernig aðstandendum líður. En fyrst og síðast, það langar mig til þess að biðja með ykkur hér í kvöld og þegar ég trúi því að það eru mjög margir á þessum stað sem að Pétur var að tala um. Fyrir ekki svo löngu síðan þá upplýði ég mig bara algjörlega einhvern veginn tóma. Ég sagði bara, byrju, hvað er að gerast? Er Guð búinn að yfirgefa mig eða hvað? Og við förum öll á svona þurrka stafi.
Er ég bara ein eða við förum öll svolítið á þurrkastafi? Það er alveg þannig, já, Pétur Vaka, æðislegt. En vitið það, hann þráir að næra okkur á þessum þurrkastöðum. Hann þráir að mæta okkur þar sem við erum þarna. Og lykillinn er eins og hann talaði hvað er það sem að fær andadrátt Guðs til þess að blása yfir líf okkar? Það er orð hans. Við höfum að tala orð hans. Og það skiptir svo miklu máli, vinir, að við tölum orð hans yfir líf okkar. Bæði nútíð, framtíð, yfir þá sem við elskum. Yfir þá sem er að gangi í gegnum erfiðleika. Við þurfum að tala sannleika Guðs, við þurfum að tala líf. Og mér langar til þess að bara stíga fram hér í dag og gera nákvæmlega það. Tala líf. Og mér langar til þess að spyrja, er ykkur hérna sem að vil taka þátt með mér? Tala í guðamóð yfir lífi sinni. Finna lífsandan eflast. Ef að þú ert hér í dag og vilt taka þetta skref með mér, ég vona að þið gerðu það, komið fram. Komið fram. Komið fram. Komið fram. Ég ætla bara að segja hvað Guð sér viðleitni. Stígum fram, það er ekki til þess að hafa áhyggjur af eða við erum öll hérna saman, við erum fjölskylda. Stígum fram. Halleluja. Halleluja. Guð hefur lofað okkur því að réttlátur maður verður ekki að eilífu valtur á fótum. Það er lofur sem við getum staðið á hér í dag. Halleluja. Og Guð mun á sínu tíma gefa ávöxt að öllu því orði sem að framgengur að munna hans. Og allir hér inni, allir sem standa hér, hafi þetta lofur í hjarta ykkar. Þetta gildir ekki bara fyrir mig, þetta gildir ekki bara fyrir Pétur, þetta er ekki bara fyrir Rabba, þó ég haldi að Guð hafi sérstakt dálæti á Rabba. Þetta gildir fyrir hvern og einn hér inni. Og vinir, nú er líka tækifærið að tala sjálf. Hvað þurfti Esekiel að gera? Tala sjálfur. Guð blés lífsandanum í hann, þannig að andi Guðs býr innan með okkur. Hvað þýðir það? Við höfum vald til þess að endurvekja sjálf okkur til lífsins, ekki satt. Við höfum það vald. Andi Guðs býr innan með okkur. Þannig að við ætlum að gera tilraun hér í dag. Við ætlum ekki að gera tilraun, ég veit þetta virkar. Þetta er ekki bara tilraun, þetta virkar. Við ætlum að fara að tala út það sem við sjáum fyrir líf okkar. Eru þið tilbúin með mér? Eru þið tilbúin? Viljum við sjá breytingu á líf okkar? Viljum við vera í eldi þegar við göngum hér út á eftir? Viljum við hafa áhrif á umhverfi okkar? Eldurinn býr innan með okkur. Við þurfum að tala í guðamóð. Halleluja. Hvað hefur Guð lofað þér? Ég er farin að tala á hverjum einasta degi. Ég veit, þetta er einfalt að veðs allt megna ég fyrir hjálpa hann sem er styrkan gjörir. Þegar ég er smá þá er hann stór. Þegar ég er smá þá er hann stór. Halleluja. Hann mun fullkomna það verk sem hann hefur hafið í okkur. Hann mun fullkomna það verk sem hann hefur hafið í okkur. Hann hefur hafið í okkur stórkostlegt verk og hann mun og fullkomna það. Allt í dags í Jesú Krist. Þannig ég bið ykkur að lyfta höndum okkar og taka móti þeim krafti sem að fylgir því að tala orð Guðs. Drottinn, ég bara þakka þér fyrir orð þitt. Ég þakka þér fyrir loforð þín. Þau standa, Drottinn minn Jesús. Ég vil þótt að allt hrynni í kringum okkur. Ég vil þótt að efnahagskerfi heimsins fari í rúst. Þá stendur orð þitt, Drottinn minn Jesús. Og ég þakka þér fyrir það, Drottinn minn, að við tilheyrum þér, Jesús. Halleluja. Og Drottinn, ég bið Jesús að vonin mætti glæðast í hjarta okkar. Drottinn, vonin mætti glæðast í hjarta okkar. Halleluja. Og ég bið Drottinn minn að áætlun þín nái fram að ganga með einum og sérhverjum hér í dag, Drottinn minn Jesús. Halleluja. Halleluja, við erum höfuðinn ekki hali og við ætlum að taka vald yfir kringumstæðum okkar, við ætlum að lýsa yfir sigri í kringumstæðum okkar, við ætlum að tala út loforð þín fyrir líf okkar, Jesús, halleluja, og við vitum að þinn vilji mun verða með líf okkar, í Jesú nafni, og við brjótum niður hverja hugsmíði sem að hreiki sér upp gegn þekkingun og Guði.